Hvernig virkar tugakerfið? Jú, við teljum upp í 10, þá bætum við tug, svo teljum við áfram og þá bætast við tugir, þangað til að vera konið 10 tugir, þá förum við upp í 100 og svona teljum við upp. Það sem við þurfum að vita er að þetta er eining, þetta er tugur og þetta eru 100. Þannig að þegar ég ætla að skrifa hvaða tala þetta er, þá er þetta 7, 100, 8, 10 og 3. Þannig ég lesi þetta 783. Nú er ég búinn að skrifa hvað þessi sæti heita. Þetta er sérst eining, tugur, 100.000, tugir þúsunda, hundruðir þúsunda, milljón. Svo koma tugir miljóna, hundruðir miljóna, milljarður. Svo kemur biljón þar á eftir. Passa okkur að milljarður á íslensku er það sama og biljón í ensku. Biljón í íslensku og ensku er ekki það sama. Hvernig les ég þessa tölu? 2 tugir miljónir eru 20 miljónir pluss 3, það eru 23 miljónir. 579.486. Svolítið að passa okkur hvernig við lesum þetta. Það sem er best að gera til þess að vera fljótur að sjá hvar á ég að byrja, er tvisturinn milljónir, tugir miljónir eða hundruðir miljóna. Það er að setja punkta, ekki komur, á 3 tölu fresti. Því að þá veitum við 1000, milljón og þá verður næst milljarður. Þá sé ég strax, já, þetta eru, ég veit að milljónir hér, þetta eru 23 milljónir, svo koma þúsundin, 579.000, 486. Hvað svo sem þetta, ég væri að telja hérna. Þannig að við þurfum að passa okkur, þegar við erum að vinna með tugakerfið, að vita hvaða sæti við erum með. Þegar við leggjum saman eða draugum frá, þá þurfa kommur, ef það væri komma hérna, þá sem sagt kæmi hún hér, hún þarf að standast á. Þegar ég legg saman þannig að sætin séu raðist eins upp í samlagningu og frádrætti, en það skiptir ekki eins, virkar öðruvísi í margföldun og deilingu.